Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur. Við ætlum að ræða núna deilumál, hvalveiðar. Eigum við að veiða hval eða ekki? Og við ætlum að rifja upp aðkomu Jóns Gunnarssonar að því, hneyksli segja sumir en aðrir bera blak af honum. Þau eru ýmis álitaefnin núna í aðdraganda kosninganna sem kannski getur verið ágætt að ræða hvaða stefnu stjórnvöld eiga að hafa í hinu og þessu, og við höfum fengið hérna 2 manneskjur sem eru á öndverðum meiði hvalveiði. Valgerður Árnadóttir, þú ert talskona hvalavina, vertu velkomin. Takk fyrir það. Og hinum einu ásnum, Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og Verkalýðsfélags Akraness. Verið þið velkomin bæði tvö. Takk fyrir það. Takk. Ef við byrja á þér, Valgerður, hvernig var þér við þegar þú heyrðir þessa upptöku og sást í fréttatíma sjónvarpsins sem að afhjúpar þarna ákveðin veruleika, segja sumir, en aðrir segja að þetta hefur enga þýðingu? Já, það kom mér ekkert óvart við þessu upptöku. Samtalið sem að sonur Jóns Gunnarssonar er að lýsa hafi átt sér stað á milli föður síns og Bjarna Benediktssonar er nákvæmlega það samtal sem að ég hefði ímyndað mér að hefði átt sér stað þegar hann var skipaður í matvælaráðuneytið. En það náttúrulega kom á óvart að þetta hefði verið tekið upp og hann hafi sagt frá þessu, og þú veist, og maður fór strax að velta fyrir sér hver er þarna á baki og hvernig þetta kom allt til. En ég get ekki sagt að upptökurnar hafi neitt komið á óvart, neitt sem þar kom fram. En þetta er samt svona bara sönnun þess að það sem við höfum haldið í langa tíma, að það séu þarna hrossakaup og það sé spilling í spilinu, að þarna var það bara staðfest. Finnst þér þetta stjórnsýslulega óverjandi ef rétt er það sem kemur fram þarna í þessar upptöku? Já, að sjálfsögðu, þetta er með öllu stjórnsýslulega bara óverjanlegt. Enginn á að stunda svona hrossakaup á Alþingi. Þetta er fólk sem vinnur í þágu okkar þjóðarinnar og það á númer 1 að vinna af heilum hug og vera heiðarleg og stunda gagnsæ samskipti, og þetta er með öllu óviðunandi í okkar samfélagi og maður eiginlega bara skamma sín fyrir þetta, verandi Íslendingur, að við skulum láta svona yfir okkur ganga og að það séu engar afleiðingar fyrir þá sem eigi hlut af því. Vilhjálmur, áður en við förum í spurninguna hvort við eigum að veiða hval eða ekki, nú eru þeir Jón og Kristján Loftsson sennilega vinir, velkunnir, þeir eru að ferða saman, viðskiptasamband á milli. Sonurinn þarna sem rættir við, hann hefur hagsmuni, hann er fyrrverandi formaður Hrefnuveiðimanna, eða hvort hann er núverandi, ég veit það ekki, hann hefur verið í þessum bransa. Alveg burtséð frá því, af því ég veit að þú vilt að við veiðum hval, en burtséð frá því, er þetta ekki algjör skandall og hneyksli, eins og Valgerður segir, að hvernig kaupin gerast á eyrinu og er ekki töluverður trúverðuleiki í þessari upptöku? Ég ætla að byrja því að segja það þarf ekkert Jón Gunnarsson til varðandi það að gefa út leyfi. Þannig að í mínum huga er allt þetta mál í raun og veru ekki frétt, ef að þannig má orðið komast. Einfaldlega vegna þess að matvælaráðuneytinu ber skylda til þess að gefa út leyfi eftir að óskað hefur verið eftir að viðkomandi fyrirtækjum að fá að hefja veiðar. Þetta er bara samkvæmt lögum, og ef að það er boðlegt varðandi stjórnsýsluna, þá er í raun og veru ekki nema eitt sem er óboðlegt í mínum huga. Það er það þegar framkvæmdavaldið fer ekki eftir lögum, fer ekki eftir stjórnsýslulögum, fer ekki eftir andmælarétti og fer ekki eftir stjórnarskrá Íslands. Og hverjir eru það sem gerðu það ekki?
það voru fyrrverandi matvælaráðherrar í ríkisstjórn Vinstri grænna, Svandís Svavarsdóttir og Bjarkey Olsen, sem fóru ekki eftir lögum með því að banna veiðar og beita sínum pólitísku klækjum til þess að koma í veg fyrir það að veiðarnar myndu hefjast og takk eftir, ég er ekkert að búa þetta til. Þetta umboðsmaður Alþingis sem kemst að þessari niðurstöðu sem að mun gera það að verkum að það mun falla á íslenska skattgreiðendur einhverjir milljarðir króna og ef það eitthvað sem óboðlegt í íslensku samfélagi þá það þegar að framkvæmdavaldið og ráðherrar misnota pólitískt vald sitt til að koma sínum pólitísku skoðunum á framfæri og í gegn. Það var gert og það hefur verið staðfest af umboðsmanni Alþingis og þetta alvarlegasti hluturinn. Það hefur ekkert með Jón Gunnarsson að gera. Það þurfti ekkert Jón Gunnarsson inn í matvælaráðuneytið til þess að gefa út eitthvað leyfi. Og þegar menn að flækja saman hvort það eigi að vera sé eðlilegt að starfsstjórn gefi út leyfi eða ríkisstjórn, það hvorki starfsstjórn ríkisstjórn sem gefur út hvalveiðileyfi. Það bara matvælaráðuneytið sem gefur út leyfi samkvæmt stjórnsýslu lögum. Þannig hefur það alltaf verið. Þannig að allt þetta mál í kringu Jón Gunnarsson og vináttu þeirra tveggja, það bara ekki frétt fyrir mér vegna þess að núverandi matvælaráðherra ber að fara eftir lögum. Og ef hann gerir það ekki, þá þetta fyrst orðið að stór máli. En þú sér samt munin á því að ráðherra taki umdeilda ákvörðun og vinir hans og félagar hagnist á ákvörðuninni og hinum ráðherranum sem getur verið Svandís sem tekur ákvörðun og engir vinir hennar hagnast á þeirri ákvörðun. Ja, ég verð að svara þessu bara til. Mér finnst það undarleg afstaða ef að það afstaða fólks til þess að framkvæmdavaldið og ráðherrar fari ekki eftir íslensku lögum. Það finnst mér bara mjög undarlegt og á þetta var bent strax í upphafi þegar Svandís Svavarsdóttir tekur þessa ákvörðun að banna veiðarnar 5 mínútum áður en að veiðarnar áttu að hefjast. Mínir félagsmenn voru mættir til vinnu þegar að þessi pólitíska ákvörðun hennar var tekin. Þetta snýst við skulum bara víkjum bara hvalveiðin til hliðar. Þetta snýst það hvernig framkvæmdavaldi fer með sitt pólitíska vald. Já. Og það stendur skýrt hjá lögreglunni með lögum skal land byggja og það verður að gilda líka varðandi framkvæmdavaldið og þá ráðherra sem eru í ráðherrastólum á hvernig tíma fyrir sig. Það ekki að þetta ætlast til þess að sé bara almenningur sem að bera að fara eftir lögum en framkvæmdavaldið fara ekki eftir því og mér finnst það ótrúlegt að sjá fólk vera með standandi lóaklappi yfir því margir hverjir eru með standandi lóaklappi yfir þessari ákvörðun hjá fyrirverandi matvælaráðherra þrátt fyrir að umboðsmaður Alþingis sé búin að segja að þarna voru framin lögbrot og ekki bara lögbrot heldur brot á stjórnarskrá Íslands og ég teki eftir því að sumt fólk sem hefur verið að kalla eftir nýrri stjórnarskrá vegna þess að núverandi stjórnarskrá hefur ekki verið að verja okkur nægilega vel. Þetta sama fólk hefur verið að klappa fyrir því að fyrirverandi matvælaráðherra braut lög 72. grein og 75. grein stjórnarskránar og fólki finnst það bara allt í lagi. Og ég verð bara að segja á góðri íslensku, þetta hræsni. Valgerður, þú ert að verja vonlausan málstað. Ég ekki komin hingað til þess að verja gjörðir Svandísar Svavarsdóttur heldur að ræða þau mál sem að núna liggja fyrir. En ég vil árétta það að það ekki þannig að það verði að gefa út hvalveiðileyfi vegna þess að hér hefur ekki verið bannaðar hvalveiðar. Það má alveg skoða alla anga þess af hverju og hvaða forsendur liggja bak við nýju hvalveiðileyfi og sérstaklega þar sem að fyrirtæki sem á í hlut, Hvalur EHF, hefur margóttur uppvísa því að brjóta dýravelferðarlög. Og það þannig á Íslandi og í okkar laga umhverfi að ný lög trompa gömul lög og hvalveiðilögin eru frá 1949 en dýravelferðarlögin voru sett 2013.
Þannig að þetta klárt brot á dýravelferðarlögum, það búið að úrskurða það. Og dýravelferðarlög eiga að trompa eldri lög sem eru hvalveiðilög. Og vegna þess að Vilhjálmur var nú hérna einn af þeim sem sendu frá sér grein fyrir nokkrum dögum ásamt henni Heiðrúnu Lind hjá SFS, þá vildu þau koma því að framfæri til okkar sem erum í baráttunni gegn hvalveiðum að löggjafinn ætti að taka þessa ákvörðun. Og þá vil ég bara benda á það að það hefur tvisvar verið lagt fram frumvarp bæði 2023 og núna í ár að banna hvalveiðar. En það Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur dagskrárvald á Alþingi sem stöðvaði það að þetta færi það ferli sem þarf til þess að fara í kosningu á Alþingi. Og það vegna þess að þeir sem eru fylgjandi hvalveiðum á þingi eru hræddir það að þeir séu í minnihluta, sem þeir eru mjög líklega vegna þess að þeir eru í minnihluta á Íslandi. Þannig að það ekki rétt að ríkinu beri að gefa út hvalveiðileyfi. Þeir mega gefa út hvalveiðileyfi vegna þess að það ekki búið að banna hvalveiðar. En þetta á að hafa sinn feril og það hefur aldrei gerst áður að það hefur verið sátt hvalveiðileyfi á þessum tíma. Það oftast gert eftir áramót en núna var þetta svo greinilega þannig mál að vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn fekk óvænt matvælaráðuneytið í fangið, þá ætluðu þeir að nýta þennan litla 6 vikna glugga til að þrýsta sig gegn og við erum búin að sjá núna bæði af upptökum og því sem Jón Gunnarsson sjálfur hefur sagt að það var hans hlutverk í matvælaráðuneytinu. Og það spilling að þínum mati? Það spilling og það talandi að framkvæmdavaldi fara lögum, þá þetta gegn lögum og stjórnarskrá Íslendinga. Svo finnst mér líka sérstakt, fyrst við erum hérna með honum Vilhjálmi, að hann skuli eyða svona miklu púður í það að vera að verja þessa atvinnugrein þegar það hefur aldrei verið að treysta á það að Kristján Loftsson fara á veiðar. Annað hvert ár frá því 2009 hefur hann fara á veiðar. Hann hefur meira að segja hætt við veiðar út af kjaradeilu við ykkur og við sjómannafélagið tvívegis og kendi ykkur það. Þannig að mér finnst þetta bara mjög sérstakt og mér finnst að verkalýðsleiðtogi eins og þú eigi frekar að vera að horfa á aðrar atvinnugreinar og uppbyggingu á þínu svæði vegna þess að það þörf á því. Og þetta bara hluti af réttlátum umskiptum sem við erum að fara í allstaðar í heiminum, að sumar atvinnugreinar, þær eru deyjandi vegna nýrra tíma og þetta eina því. Já, ég svara þessu til að ef að þetta veri rétt sem Valgerður væri hér að segja í upphafi, þá hefði umboðsmaður Alþingis komist að annarri niðurstöðu. Nei, vandamáli var að það var hvalveiðileyfi í gildi þegar Svandís tók þessa ákvörðun. Ég leyfi þér að tala, það liggur alveg fyrir og þetta ekki eina álitið sem umboðsmaður Alþingis hefur gefið út varðandi hvalveiðar. Það var gert líka árið 2009. Þá gaf umboðsmaður Alþingis líka út og það alveg skýrt, þetta eru sérlög kringum hérna hvalveiðar frá árinu 1949 og það liggur alveg fyrir að ef að þau uppfylla þau skilyrði sem eru sett og vissulega hafa menn síðan tækifæri til að takmarka tímabil og búnað og annað slíkt og menn hafa verið að vinna í þessum málum statt og stöðut. Það hafa verið gerða 3 skýrslur varðandi dráp á hvölum. Það var gerð skýrsla árið 2015, 22 og 23. Árið 2015 það voru 84% dýranna sem drápust í fyrsta skoti. 84%. Árið 2024 sem var urðu frávika á, það var það í kringu 70%. Í nýjustu skýrslunni sem var gerð núna í september árið 2023, þá er þetta í kringum 80% dýranna sem drápust í fyrsta skoti. Sem að verður bara segjast, varðandi veiðar og villtum dýrum, að nokkuð góður árangur, ég ætla bara að leyfa mér að segja það, en notabenni það liggur alveg fyrir að menn eru alltaf að reyna að gera þessa hluti betri og betri og betri og hafa verið að koma með nýjan búnað hvað þetta varðar og koma með nýja tækni til þess að þetta gerir. Ég ætla að svara varðandi hérna að ég sé að berjast fyrir þessu störfum. Bara þannig að fólk skilji eitt og mér finnst vera skortur á því hjá sumu fólki. Það áttar sig ekki á því að ekkert sveitafélag, alveg sama hvaða sveitafélag það vítt og breytt landið, það verður að byggja upp á því að hafa öflugar gjaldeyrisskapandi greinar innan sinna vébanda. Og ég ætla að taka bara sem dæmi að frá árinu 2010
þá hefur hvalur skilað í útflutningstekjur 21 milljarði. 21 milljarði. Það að greiða 1,2 milljarði laun. 21 milljarður og takið eftir. Þessi 21 milljarður frá árinu 2010, hann verður að stæðstu hluta eftir í nær samfélaginu mínu og ég ætla að nefna þetta sem dæmi. Þetta væri svipað og það væri og stæði til að banna atvinnugrein hér í Reykjavík sem væri búin að skila upp undir 400 milljörðum í útflutningstekjur til að setja þetta bara í samhengi við höfðatölu á miða við mitt svæði og nær sveitir. Þannig að tala bara að þetta sé bara skiptingu máli og menn ég bara fara að gera eitthvað annað og ég ger ekkert annað. Heldurðu það að verja atvinnuöryggi minna manna ekki bara varðandi hvalveiðar. Hart hefur verið sótt að mínu störfum varðandi stóriðuna. Hart hefur verið sótt að störfum varðandi fiskeldi og svo framvegis. Á hverju á fólk að lifa? Og mér finnst það mjög undarlegt. Ég ætla að leyfa mér að segja og ég hef sagt þetta í ræðu og riti. Mér finnst það undarlegt að verða var við það og mér finnst að vera meira hjá fólki sem á svona vinstra megin á hennu pólitíska litrófi. Að það sem að tekju möguleikar verkafólks eru hvað mestir. Eins og til dæmis í hvalveiðum, þar sem að mánaðarlaunin á vertíðinni eru alveg bara 1,5 til 2 milljónir á mánuði. Það stendur yfir í 4 mánuði. Í stóriðunum, þar sem að byrjendalaunir eru 800.000 krónur fyrir 146 tíma á mánuði. Það ráðist á þessar atvinnugreinar hjá mér að mér finnst meira fólki sem vinstra megin og unnur pólitíska litrófi og það fólk sem að mér finnst, og ég ætla bara að segja þetta alveg hreinskýrislega, sem talar oft að það sé að gæta hagsmuna hins vinnandi manns og þeirra sem höllust til fæti standi í íslensku samfélagi. Þetta finnst mér mjög undarlegt, en bara liggur algjörlega fyrir að þessi atvinnustarfsemi á mínu svæði þó hún standi yfir í 4 mánuði, það eru reynda 20 manns sem að hafa vinnað þessu allt árið kring og svo upp undir 200 manns þegar allt tekið til yfir hávertíðina. Þetta skiptur okkur Akurnesinga mjög miklu máli. En ef þú værir verkalýðsleiðtogi á Höfn í Hornafirði og þetta myndi ekki skipta þitt upptökusvæði neinu máli, værirðu þá með allt þar ástöðu? Nei, alls ekki. Einfaldlega vegna þess að það á að vera ákvörðunarréttur okkar Íslendinga að nýta okkar auðlindir. Nýta þær með sjálfbærnum hætti að höfðu samráði við það sem að Hafrannsóknastofnun gefur út. Það eru allskins þvæla búin að vera í gangi í kringu hvalveiðar. Við skulum bara taka fundin sem ég hélt árið 2009 upp á Akranesi, það sem mætti 500 manns á hann. Fáum aðeins seinna vita því. Ég er aðeins að biðja velgirði að bregðast við þessu sem hefur komið fram. Sko. Þú munt væntanlega segja núna að hvalveiðar séu engin venjulegu business eða hvað? Já, fyrir utan það að þessar tölur, þessar 21 milljarðar á 10 árum eru bara ekki réttar. Það hefur verið skoðað í bókhaldi Hvals sem er fjárfestingafélag að upplagi að það hefur verið tap af hvalveiðunum sjálfum. Það var 3 milljarða tap á þessu 10 ára tímabili sem að Vilhjálmur talar um. Þannig að tekjurnar frá hvalveiðum hjá Hval eru alls ekki þessar 21 milljarðar sem hann vil meina, fyrir utan að þetta er óstöðug atvinnugrein sem að eins og Vilhjálmur veit, það er kannski annað hvert ár, kannski sem að einhverju nokkrir menn fá þarna vinnu í 4 mánuði og eru þá upplagi ungir námsmenn sem að fara þarna á vertíð. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem að við eigum að vera að leggja allt okkar í að berjast fyrir. Það er svo margt annað og önnur tækifæri sem við ættum að vera að líta til. Fyrir nú utan það að Ferðamálastofa hefur gefið út að bara það að við missum 7.000 manns sem ákveða að koma ekki hingað vegna þess að við erum að stunda hvalveiðar, þá erum við búin að núlla út þennan ávinning eða svona, ef það er þá ávinningur sem er af þessu. Og núna í ár hafa til dæmis Japanir sagt að þeir þurfi ekki á hvalveiðikjöti að halda frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir byrjar að veiða hval. Þannig að það eru enga forsendur fyrir því að veiða hval. Þetta eru ekki sjálfbæra veiðar. Við erum á síðustu bara mannskepnan, á síðustu 300 árum, þá erum við búin að útrýma 90% af stórhvelum á heimsvísu. Það er rosalega margt annað sem að herjar á hvali og drepur þá. Það eru skipaflutningar, það eru sónar hljóð í hafi sem að kemur frá skipum sem eru að leita að fiskitorfum og öðru sem að trufla hval og
lætur þá fara og vitlaus mið. Þannig að það allstaðar að þeim veitt og það minnsta sem að við getum gert að hætta að drepa þá viljandi. Skiptir vitsmunarlíf hvalsins einhverju máli í þessu samhengi? Að sjálfsögðu. Þetta eru stór gáfaðar skepnur. Þetta eru spendýr sem að hafa fjölskyldur, þau hafa tilfinningar og þau eru með mikla greind og þau eru með tungumál og sömu tegundir eru með mismunandi tungumál eftir því hvaðan þau kom í heiminum. Þetta hefur verið rannsakað og ennþá verið að rannsaka, þannig að sjálfsögðu skiptir það máli. Þetta eru ekki einhverja plöntur sem að má fara með hvernig sem er. Og í síðustu könnun þá liggur alveg ljóst fyrir að það mikill þjóðar meiri hluti hér á landi gegn hvalveiðum. Það ekki nánast 60? Jú, það í kringum 60% Íslendingar sem eru alfarið á móti hvalveiðum og það eru tæplega 30% sem eru fylgjandi hvalveiðum. Og það aðalega hópurinn kallmenn sem eru eldri en 50. Þú vilji. Já, ég verða, sko, þetta eru kannski unga fólkið svona að stæstum hluta á móti þessu. Þetta kannski vandamálið sem í þessar umræðu, það þessar rangfærslur. Og það mjög gott að fá svona tækifæri í þessu þætti til þess að leiðrétta svona rangfærslur, af því hún segir að sé bara rangt að sé 21 milljarðar í útflutningstekjur. Þetta að segja að Hagstofa Íslands sé að gefa rangar tölur út. Þetta bara frá Hagstofu. Þeir hafa nú verið þekktir fyrir að gefa rangar tölur út. Veit ekki eins og hvað Íslendingar eru margir. Já, en þetta eru samt frá Hagstofu Íslands og ef það ætlar að rengja þær 21 milljarðar núvert. Þannig að ég er búin að leiðrétta það. Varðandi já, en svo kemur ekstra kostnaður á móti. Það skiptir ekki máli. Það skiptir öllu máli. Eða tap. Rekstrakostnaðurinn hvert? Nákvæmlega sama ég var að segja áðan. Verður eftir í nærsamfélaginu, nær samfélagið, í launum, í afleitum störfum, í þjónustuköpum. Fyrir 4 mánuði annað hvert ár. Þetta bara, ég er að segja þetta, ef við setjum þetta í höfðatöluna hér, þá er þetta 400 milljarðar á höfuðborgarsvæðinu og ekki láta þessu skiljir þetta ekki af því að þú kemur af landsbyggðinni. Varðandi útrýmingahættuna, þetta nú eindellan. Hugsið ykkur að það sé boðlegt að halda þessu fram. Þegar Hafrannsóknastofnun hefur bent á það að stofnin hér, landreiðastofnin, hefur fjórfaldast. Veistu hvað eru mörg dýr núna af landreiðum í kringum landið? Það eitthvað kringum 20.000? Ok, þá þurfum við ekki að ágjöra þessu vegna þess að það 43.000. Þetta það algjört lágmark í mínum huga þegar fólk að tjá sig þetta á opinberum vettvangi, að fólk sé með staðreyndir á hreinu. Það staðreind að 90% af stórhvelastofnum heimsins hafa minnkað á síðustu 300 árum. Það 43.000 dýr sem eru hérna núna og 160 dýr sem verið að veiða hér við land hefur engin áhrif á stofnin. Það tala allir sjómenn, vítt og breytur landið, að vöxtur hvalastofnana í kringum hafið hefur haft bara gríðalega áhrif. Bara, allar hvalastofnanir sem hér eru við, þeir hafa stækkað svo rosalega mikið. Varðandi ferðamanna iðnaðinn. 2009, þá mættu fólk var að ferðaþjónustinu og öðrum sem voru á móti hvalveiðum og sögðu hvað. Hér mun bara ekki koma einn einasti ferðamaður. Landið nánast uppselt af ferðamönnum. Landið nánast uppselt. Það átróningur hér út allt. Þetta bara vita allir. Þannig að hvalveiðar varðandi þetta og bara til að rökstyðja þetta enn og frekar. Þá gaf Hagfræðistofnun Háskóla Íslands út skýrslu þjóðhagskvæmni hvalveiða. Og í þeirri skýrslu kom ekkert fram það að það þyrfti hér að hætta hvalveiðum og þetta væri þjóðhagslega ábatasamt. Þannig að öll þessi rök sem þú ert búin að nefna Valgerður, þau standast ekki í skoðun út frá þeim bara vísindalegum og staðreyndum frá Hagstofunni, frá Hafrannsóknastofnun og frá Hagfræðistofnun. Ekkert af þeim. Ég held að það reyndar þannig núna að hlustendur og áhorfendur þeir vita ekki alveg hvort ykkar hefur rétt fyrir sér. Það er enginn búin að sanna eitthvað. Ég er bara vitni gögn. Fólk getur farið og skoða bara. Ég búin að skrifa þó nokkra greinar þetta og í mínum greinum þá set ég alltaf hlekk á þær heimildir sem ég er að vísa í. Það er ekki rétt að afrán hvala sé svona mikið og sérstaklega ekki stórhvela. Þó að einhverju sjómenn telji það, þá er það ekki eitthvað sem kemur frá Hafrannsóknastofnun. Fyrir utan það að það eiginlega alveg sama hvað eru nákvæmlega margir hvalir
við Íslandsstrendur akkurat núna, það ekkert sem réttlæti það að murka lífið úr neinu dýri svo tímum skiptir. Það ekkert sem réttlæti það. Það hefur engan veginn frá tímabilinu þegar það kom í ljós hversu hræðileg þessar veiðaðar eru 2022 til 2023 þá það var ekkert sem að Hvalur EHF gerði til þess að bæta sig og niðurstöðurnar í fyrra voru á engu leyti betri heldur þurfti tvívegis að stöðva skipin vegna þess að þeir hittu ekki hvalina á réttum stað og þeir týndu meira segja einum hvali, þeir eltu hann í 5 klukkutíma og hann hvarf og dó einhvers staðar úr sárum sínum. Þannig að það ekkert sem að réttlætir þetta. Nú ég gamall sjómaður og ólst upp á sjó við veiðar, þannig að ég veit alveg hvernig þessi hluti ganga fyrir sig og ég ætla ekki að gera Varst þú í hvalveiðum? Ég ætla ekki að gera lítið úr tilfinningarlegum þætti að fólk sé með einhverja tilfinningar því alls ekki. Það var til dæmis bara nýleg frétt sem byrtist núna bara fyrir 3-4 vikum af hreindýra veiði. Það sem að tók 15 mínútur að aflífa 1 hreindýr og skotið 6 sinnum. Það verða alltaf frávik við veiðar á villtum dýrum. Hvað halda menn til dæmis að gerist á rjúpnaveiði þegar menn að skjóta rjúpu á löngu færi og fara einhver x-mörg höglin í þetta og þær fljúa í burtu og láta svo lífið. Svona því miður lífið svona. Það nákvæmlega svona, en það ekki verið að segja frá því að 84% hvala drafst í fyrsta skoti í rannsókn sem gerð var 2015 og aftur í fyrra þá var 80% hvalana sem drafst í fyrsta skoti, drafst samstundis. Þetta bara kemur fram í 11 mínútur þetta samstundis. Síðan koma frávíkin, það var akkurat, það þetta að finna atriði þar sem byrtist núna nýlega bara á að banna hreindýraveðar, á að banna gæsaveðar, á að banna rjúpnaveðar. Við þurfum samt að vanda okkur við það þegar við erum að deyða dýr og það hefur Hvalur svo sannarlega sýnt að hann tilbúin til þess að gera og enda hefur árangur verið nokkuð góður þó að séu frávik frá því. En grundvallaratriði það að við Íslendingar, við myndum ekki búa við því lífsgæði sem að við búum við í dag ef við værum ekki að nýta okkar sjávarauðlindir með þeim hætti sem við erum búin að gera í 150 ár. Við stæðum ekki hér í þessu sporum við Íslendingar ef við hefðum ekki aðgang að sjávarauðlindinni og gætum búið til þau verðmæti útrunni sem við þurfum. Við séð það í laxeldinu, sjókvíeldinu að afstaða fólks í héraði, hún önnur heldur en eiginlega allra annara Íslendinga ef það verða til nokkur störf og það ekki hægt að gera lítið úr því að afstaða fólks einhvers staðar í héraði það getur skipt öllu máli hvort fólk hefur tekjur í nokkra mánuði, hvort fasteignið helst í verði og svona, þannig að afstaða ræðst mjög oft af hagsmunum. Heimurinn, Vilhjálmur, hann hefur svolítið komist að þeirri niðurstöðu ef við förum þá út fyrir þessa hagsmuni að siðferðislega séu þessar hvalveiðar bara eiginlega ótækar. Já, ég skal svara þess aðeins til. Býta aðeins. Af því að þú sagðir áðan að skipti ekki máli þetta væru fá dýr sem við værum að veiða hér í heildarsamhenginu. Þá heyrði ég líka bara síðast í morgun í pallborðsumræðu orkumál. Þá heyrði ég einn pólitískan fulltrúa segja það að skipti engu máli okkar losun Íslendinga í heims samhengi þá skipti hún engu máli. Það náttúrulega gengur ekki það að við getum endalaust réttlætt alla okkar breytni, hvort sem það losun gróðurhúsalofttegundu eða eitthvað svoleiðis, með því að í stóra samhenginu skipti það engu máli, eða hvað? Nei, og ég get alveg, ég skal svara þessu varandi loftslagsmálun annað á eftir, en ég ætla að byrja á því að segja, það eru háar raddir út í heimi, varandi andstöð við hvalveiðar. Og ef við byrjum bara á því sem að gerðist til dæmis 2023, þegar hér Hollywood-elítan, takið eftir, Hollywood-elítan hótaði að fara í verkfall á Íslandi ef að hvalveiðar yrðu heimilar Þau komu ekki með verkefni hingað. Já, komu ekki með verkefni hingað.
Nú ætla ég bara að leyfa mér að segja eitt, því að þennan sama dag og þessi frétt kom, þá birtist frétt að 4.368 börn hefðu fallið vegna skotvopna í Bandaríkjunum á síðustu 2 árum. Að þetta fólk skuli nú ekki frekar einblína á það að reyna að bjarga börnunum í Bandaríkjunum sem að féllu 4.638 á 2 ára tímabili. Þetta er ekki tækur samanburður. Finnst ykkur það? Er það? Þetta er ekki tækur samanburður. Þetta var ekki bara Hollywood, þetta var kvikmyndagerðarmenn allan heim. Frægustu Hollywood. Við vorum með frægustu Mér finnst þetta ekki tækur samanburður vegna þess að annars vegar ertu að tala stjórnvaldsákvörðun sem ríkið hefur stjórn á og hins vegar ertu að tala brotið fólk sem að meiðir annað brotið fólk og enginn hefur alvöru stjórn á. Við erum að tala að algengasta dánarorsök barna í Bandaríkjunum er vegna skotvopna og þetta fólk hótaði einhverjum aðgerðum gegn Íslandi vegna þess að við vorum að veiða 160 langriðar. Ef fólki sér ekki hræsnina í þessu, þá bara segi ég, þá verður bara fólk að eiga það við sig. Ég er að tala hræsnina. Fyrst og fremst. En svona þrýstingur er svona, hann er náttúrulega margþekktur Ég held að þetta fólk ætti að beita þrýstingi það sem að raunverulega er að bjarga börnunum út í Bandaríkjunum og setja hér harðar skorður við skotvopna Bandaríkjamanna en að vera að velta fyrir sig hvort að við Íslendingar séum að nýta okkar sjávarauðlind einhverja 160 langreiðar. Mér finnst þetta bara svo mikið hræsni. Mér finnst þetta hlægilegt. Það er punktur það er ekki eins og, bara ég ætla að draga tilbaka, þetta er ekki eins og hlægilegt. Það er punktur hjá Vilhjálmi að stundu finnst manni svona að við séum of að velta fyrir okkur einhverju sem er handað við hornið í stað þess að líta okkur nær. Eru þið hvalavinir segum það? Nei, ég held ekki. Fyrir utan að ég vil árétta að þetta er ekki bara Hollywood kvikmyndagerðarmenn sem að tóku þátt í þessu, heldur voru þetta kvikmyndagerðarmenn allan heim sem að tóku þátt í þessu, meira að segja Bollywood kvikmyndagerðarmenn. Þannig að þetta var ekkert eitthvað sér bandarískt átak sem að beindist á okkur. Fyrir nú utan það, ef við viljum að afvegaleiða umræðunni í þessa átt, af hverju notar Kristján Loftsson þá ekki þá milljarða sem hann á til þess að hjálpa fátæku fólki á Íslandi. Það eru 10.000 börn sem að búa við fátækt. Hann er að gera það með því að skapa hér atvinnu handa verkafólki. Þetta eru ekki mörg störf og hann gæti gert margt annað betra við sitt fé. Fyrir utan hann hefur tapað á þessu og það sýnir bókhaldið. En ég nenni eiginlega ekki að vera í svona ómálefnalegri umræðu. Nú ert þú búin að afvegaleiða þetta út í allt aðra átt. Og ég held að við ættum bara að koma okkur að efninu aftur og það er það að kvikmyndagerðariðnaðurinn á Íslandi skilar tugum milljarða og það hefur gríðarleg áhrif ef að þetta fólk ákveður að koma ekki hingað með verkefni sín. Það er eitthvað sem við þurfum að áhyggjur af fyrir utan ferðamanniðnaðinn sem er töluvert stærri heldur en það sem við erum að tala um. Það er margir sem að fylgist núna með umræðinu Jón Gunnarsson í ráðuneytinu og hvað verður, hvort það verður gefið út leyfi. Já, það er það. Heldur margir í kringum okkur utan Íslands að fylgjast með? Já, það er sannarlega. Það eru bara fyrir nokkrum dögum þá sendu 114 alþjóðasamtök dýravelferð og umhverfisvernd frá sér áskorun til Bjarna Benediktssonar þar sem að þau hafa fylgst með þessu og fordæma það sem þarna fram kom og vilja árétta að Íslendingar hætti þessum hvalveiðum. Svo hef ég reyndar heyrt í mörgum blaðamönnum sem eru bæði frá Bretlandi og Þýskalandi og víða sem eru að vinna í umfjöllun þetta. Þetta hefur svolítið fallið í skuggan af COP-fundinum sem á sér stað núna í Bakú. En já, ég held að alþjóðasamfélagi sé að fylgjast með og miðað við öll þau skilaboð sem að ég fæ og símhringingar út af þessu þá er það alveg ljóst. Þegar þú rifjaðir áðan upp að það er ekki á vísan að róa hvað Kristján Loftsson var það í. Núna eru fleiri en eitt félög að sækja hvalveiðileyfi, ekki satt? Eru þið ekki 3 til 4 eða eitthvað sluðs? Það eru 4 og það er bara til að útskýra það eru 3 sem snúa hrefnuveiðum, hvalur er eina sem er að sækja veiðar á langrið.
En þetta þá félög í eigu Kristjáns Ég hef ekki hugmyndu það. Ég hef aldrei nokkuð tíma að tala við Kristján Loftsson að undanskildu einu skipti. Við erum að fara núna í skaðabótamál varðandi matvælaráðherra sem ég var að segja og það mun lenda á skattgreiðendum einhverju milljarða króna. Það voru 800 milljónir sem við erum búin að reikna þetta núna út. Þegar við tökum allan mannskapin eins og hann lagði sig að frádregnum þau launum sem það hafði á sama tíma þá mun bara tapa launatekjur starfsmanna nema 800 milljónir sem vil lenda á skattgreiðendum. Þetta finnst bara fólki bara allt í lagi. Bara vegna þess að þeir ekki farið til lögum. Það óþarfi kannski að segja að fólki finnist eitthvað svona í lagi en það augljóslega alls konar sjónarmið sem að koma saman. Eitt sjálfsákvörðunarréttur frumbyggja, eyþjóða eins og Íslendinga. Vilhjálmur augljóslega af þessum gamla skóla. Hann vill bara við að fá að ráða okkar auðlindum. Þetta ekki bara rétt hjá honum? Við náttúrulega, það ekki hluta okkar menningu hvalveiðar. Við erum bara búin að stunda það síðan 1948. Þannig að við erum ekki einhver frumbyggja þjóð sem að þurfum að hvalveiðum að halda. Það töluvert ólíkt. Fyrir nú utan það að ég held nú að hlýtur hafa að tala við Kristján Loftsson þegar að félagið þitt fór í mál við hann 2018 vegna vangoldinna launa. Það sem ég var að segja. Ég hef ekki talað við hann frá því að það gerðist og svo hitti ég núna daginn vegna þeirra stefnu sem við erum að undirbúa núna. Þannig að hagsmuna árekstra mínir gagnvart hval og það mikilvægt að fólk áttu sig á því. Mér skítsama þessi fyrirtæki. Ég fyrst og fremst að verja atvinnuöryggi minna félagsmanna og það hlutverk stéttarfélaga að verja atvinnuöryggi sinna félagsmanna og ég tala nú ekki þegar að í boði eru laun sem ekki þekkjast á hinum almenna vinnumarkaði og síðan ég að verja samfélagið mitt, Akraneskaupstað sem að hefur orðið af sennilega á 100 milljónir í útsvarstekjur vegna aðgerða fyrrverandi matvælaráðherra. Þetta eru stórar upphæðir, þetta ígildi þess að reka leikskóla 1-2 í mínu nærsamfélagi. Þannig að þessar veiðar skipta okkur gríðarlega miklu máli og það svo dapurlegt þegar fólk segir bara, gerið bara eitthvað annað. Það ekki þannig. En hvað eru margir félagsmenn sem eru í ferðamanniðinaðinum? Þetta hefur nú áhrif á hann. Þetta hefur engin áhrif á hann. Þú getur bara lesið skýrsluna frá Hagfræðistofnun Íslands sem gefin var út fyrir rétt rúma ári síðan. Þar kemur fram þetta hefur engin áhrif á ferðamenn. Það bara kemur fram í þeirri skýrslu. Ítalegri skýrslu. Talandi skýrslur, þá náttúrulega starfshópur myndaður þarna í vor til þess að taka saman lagalega umgjörð hvalveiða og allt þetta með í reikningin, hvort það hagnaður af því og eitthvað. Sá hópur að fara að gefa út á skýrslu núna í lok árs og það var búið að ákveða hjá ríkisstjórninni að bíða eftir þessari skýrslu áður en einhver ákvörðun væri tekin í þessu máli. Þannig að staðan eins og hún núna ætti auðvitað að halda áfram vegna þess að þessi starfsstjórn sem tók við á ekki að vera með einhverja meiri háttar stefnubreitingu á fyrri ríkisstjórn sem var svo að bíða eftir þessari skýrslu til þess að þetta færi í venjulegt ferli hjá löggjafavaldinu. Þannig að það eitthvað sem ég vona innilega að starfandi starfsstjórn taki til sín og gefi ekki út þetta veiðileyfi vegna þess að það þarf bara að gera þetta vel og vandlega. Við viljum ekki, það að næsti matvælaráðherra lendi í því sama og Svandís lendi í. Grundvallar atriði þetta að í 75. grein stjórnarskránar ein mikilvægasta greinin í stjórnarskráni og lítur að atvinnufrelsi einstaklinga og fyrirtækja. Og það segir í stjórnarskráni þessari tilteknu grein að það óheimilt að skerða atvinnufrelsi fyrirtækja og einstaklinga nema almanna hagsmunir krefjist þess. Og þeir hagsmunir, eins og umboðsmaður Alþingis hefur komist að, þurfa að vera mjög ríkir. En lög dýravelferð má heldur ekki brjóta kerfisbundið. Það má ekki brjóta það alveg sama hvernig atvinnustarfsemi. Það alveg sama hvernig við lítum á það og það liggur algjörlega fyrir að það engin ágreiningur það að það eru allir að reyna að bæta sig. Alveg, ég held að þessi öllum iðnaði. Þar sem verið að fara með dýr, þar þarf að passa sig vel og við erum reyndar að horfa upp á það bara varðandi dýravelferð almennt, svínin, í hænsnabúanum og víðar.
þetta nú ekki til þess að rópa húra yfir og er í raun og veru, sko, það allavega ekki hægt að vera með standandi lófaklapp fyrir því. Ok, Ég má alveg sammála því. Við erum þá sammála með eitthvað. Engin svínabú Akranessi. Þá einmitt orðið bara, þá akkurat rétt í tíminn til þess að fara áfram. En kæra þakkir bæði, Valgerður Árna og Vilhjálmur Birgisson fyrir komuna. Vonandi verða fleiri svona rökræður hér á næstu dögum hjá okkur álitamál sem við ættum sannarlega að ræða fyrir kosningar. En við förum yfir í aðra sálma rétt bráðum, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is